Hljóta að vera blendnar tilfinningar eftir svona leik. Það eru ekki blendnar, því það var gjörsamlega eittlið á vellinum og þetta var eins og skotæfing í 90 mínútur. Þannig að sanngjarnt úrslit hefði átt að vera bara, 6-7-0 í raun og veru. Þannig að, og það sem ég er stoltur um það sem gaman að horfa á, við vorum frábæri, gjörsamlega frábæri í dag. Þetta var fótboltaveisla. Eina sem vantaði voru mörkin, að nýta eitthvað af þessum færum, var náttúrulega örmulega færum og áttum að nýta þau. Það vissulega er vítaspyrnudómar sem hefur verið að detta á móti okkur en við höfum ekki fengið það, en það er ekki í stóra, við fengum svo mikið af færum að það hefur bara átt að vera 1 mark í viðbót. Þannig að, þetta er fáránlega úrslit í raun og veru, þetta er fáránlega úrslit af því yfirburðirnir voru svakalegir og þetta var ekstra ordinary fútból hérna, djöfull var ég ánægður með lið. Við vorum æðislegir í dag, ég er stoltur af öllum og allir áttu bara góðan dag, þannig að það er stöngin út. En svona, lendið einhver síður 3-1 undir, svona þetta voru ansi ódýr mörk sem þið fengið á okkur, ekki satt? Já, ég meina þeir komast tvisvar inn í teig og skora 3 mörk. Í heildina, þannig að auðvitað er það gríðarlega ódýrt. Fyrst er svona slysamark og svo þetta er bara eins og ég segi ódýr mörk. Þegar þú ert að sækja í rauninni allan leikinn og svona smá sloppy varnarleikur bara í öðru, en að samanskapi þá hefði það ekki átt að skipta máli. Við fáum svo mikið að færum þetta að það var rosalegt. Hvernig voru svona tilfinningarnar þegar Þorsteinn Aron jafnaði sig að metin? Já, það var frábært, það var bara tímaspursmál fannst manni, en það var 2 mínútur sem fannst mér við eiga að skora, við fengum svo mikið að færum að það var auðvitað gríðarlega sterkur karakter. Við hættum aldrei þótt að vera stöngin út og hættum aldrei að sækja og láta boltan rúlla vel og við vorum bara rosalega flottir í dag. Síðan var einhver hitti eftir markið, Aron Kristoffer fær rautt. Já, í rauninni er ég ósáttur við það að ég veit að þetta er brot og hugsanlega gult og allt það aðeins vitlaust, en í rauninni þú ert bara að refsa okkur í næsta leik, hann fer í leikbann. Ég segi djöfisins drasl er þetta og það er orðið rautt spjald, þannig að það var allur ræsingur í mér. Ég er mjög ósáttur við þetta rauðspjald, þetta er alveg galið rauðspjald. Það er bara hvert hefur komið, sko. Svona, við lítum á töflunum núna, þá er þetta bara hörku barátta auðvitað umspilssætið, svona hvernig metur þetta? 3 stig í Keflavík, eða fyrir neðan ykkur? Já, þetta er allt bara galopið og skemmtilegt og við tökum þessa framistöðu með okkur í næsta leik, það er það sem við gerum. Við vorum fyrir gjörsamlega frábærir í dag og bara ótrúlega mikið sjálfstraust í liðinu og já, við played them off the park. Það er bara basically hann. Nú svona, ég er búinn að spyrja þig 3 svar út í þetta framtíð Dags Orra, er hún orðin ljós? Já, hann verður bara hérna út tímabili held ég. Hann var frábær í dag á öllum öðrum. Þannig að við erum kátir. Og hann verður þá í umspilinu að við komist þangað og fara þangað? Já, ég er orðinn jafn þreyttur á spurningu og þú, en ég hef ekki hugmyndu. Hann verður bara hérna eins og hann verður. Öllum. Takk hérlega, Ebbi. Takk fyrir.